Góðan daginn. Fólk að koma sér inn. Ánægilegt að fá að koma og ávarpa þessa samkomu. Fjölmenn eins og kollega minni kom inn á það. Bara svona meðan að fólk að koma sér inn. Freysi að þá heitir bærinn sem að FC Midtjylland í herning á miðju-Jótlandi. Og það er augljóst að þeim verið landsliðsþjálfari þá með nógan tíma til að sitja og dúlla sig með glærurnar. Þannig að það er svona aðeins verra hjá okkur sem að erum hálffreðnir meira og minna alla vikuna við að standa í æfingu með leikmennina út á velli. En nóg að því. Það er tímamælir að þessu. Það gæti að vera fyrsta skipti sem að ég stend upp og tala þar sem ég á möguleika við að tala styttra heldur en þau sem hafa voru undan mér, eða með mér. Heyrðu, ég ætla aðeins að bera saman svona þjálfunni á bestu leikmönnum á Íslandi og í Danmörku. Ég er nú ekki viss að ég hafi alltaf haft bestu leikmönnum hvorki á Íslandi né í Danmörku, en svona meira umhverfið og það sem ég hef upplifað. Það eru svona 3 staðir, kannski, eins og Breiðablik hér á Íslandi, Nordsjælland og Rannes. Ásamt stuttum tími í FH núna sem að kannski ég get tekið með það því að auðvitað get ég ekki fullyrt hvernig hlutirnir eru í öðrum félögum en get svona aðeins eftir að hafa séð bæði hlutunum fjarlæg og svo eins þegar ég verið hérna heima getur mig til hvernig staðan er. Nordsjælland og Rannes eru mjög ólíkir klúbar. Nordsjælland er klúbur sem hefur staðsett sig í landsliðinu í fótboltanum mjög svona spes. Þeir leggja áherslu á að þróa talenta, spila þeim alveg miskunnarlaust, hafa mjög skýran leikstíl og vita nákvæmlega hvert þeir eru að fara. Rannes er miklu líkari okkar umhverfi, klúbur sem er svona ekki komin eins langt í þessari skilgreiningu á sér í landslæðinu, fótboltalandslæðinu og hvernig þeir vilja hafa hlutina. Þannig að það er góð reynsla sem er komin. Ég var 18 mánuði í FC Nordsjælland og 16 í Rannes, en þarna uppi það sést ekki, ég var 95 mánuði í Breiðabliki. Og ég vona svona upp á það að geta búið eitthvað til að þá er það mjög mikilvægt að við í umhverfinu við höfum þolinmæði fyrir því að það sé verið að vinna eftir einhverju stefnu og það sé verið á einhverju ferðalagi. Því að vinna í stuttan tíma það skila sjaldnast árangri til lengri tíma. En 18 mánuður og 16 meðal líftími þjálfara í dönsku úrvalsdeildinni er 17 mánuðir, þannig að ég svona er nokkur nálægt í að vera dauður miðjanaldur. En komið til FH núna og vonandi sjá forráðamenn FH það að ég hef verið lengur en 16-18 mánuði í starfi annars staðar. En aðeins að mununum. Ef ég ber svona saman hvernig ég er úti og hvernig ég er hérna heima, þá var ég með 12 aðstofamenn eða samstarfsmenn með mér í teiminu í Nordsjælland. Ég var með 3 aðstoðarþjálfara, markmannsþjálfara, styrktarþjálfara, þjálfara, sjúkraþjálfara og svo framvegis og framvegis. Ég var með 8 í Rannes og núna erum við 4 hjá FH. Þannig að þetta er svona ágætis, hlutfallslega förum við þarna niður. Svolítið miðað við hvernig klúbbarnir eru og hvernig þeir, allavega þessu dönsku, og hvað þeir leggja áherslu á. Þetta er alls ekki of mikið í félagi eða klúbb eins og Nordsjælland, þar sem áherslan er á þessi einstaklingsþjálfun. Þarna er mikið hópaskipt, þarna er þjálfari með fáa leikmenn, hver þjálfari með fáa leikmenn og mikið verið að fókusera á einstaklingin og fókusera á leikstöður. Meðan í Rannes, þar var þetta miklu meira að vera að þjálfa stærri grúpur og þar af leiðandi var ekki skilningur að sama hátt á því að það þyrfti að hafa fleiri þjálfara. Munurinn líka þegar að maður er með atvinnumenn, þar að segja, sem eru í þessi fullu starfi, bæði leikmenn og þjálfarar, að þetta er vinnustaður og vinnutími. Leikmennunum ber að vera til álögu fyrir þjálfarana og félagið milli 9 og 5. Það er bara í samningum. Það er ekki bara það að þú getur unnið með leikmenn að þeir geti unnið í sínum hlutum, verið til staðar, varðandi fundi, farið vídeo og svo framvegis. Þetta eru þjálfararnir alltaf til staðar. Það er ekki þannig að Ási hann þarf að fara að kenna á tölvur upp í Vestló og við getum ekki sest yfir einhverja hluti eða að einhver leikmaður þarf að hoppa í vinnunni eða skólan. Þú ert með alla hjá þér allan tíman. Það sem þetta gefur líka fyrir utan það að vinna með leikmennina
að þjálfararnir, þeir tengjast mikið betur og fara miklu dýpra í hlutina. Við erum meira að fara undir yfirborðið og svona plana og dönulegist það nú ekki. En svona dýpka okkur í því sem við erum að gera. Við erum ekki að skauta yfir þetta. Og það finnst mér svona að vera stærsti munurinn á umhverfinu. Þetta er bara eins og venjulegur vinnustað, þar sem að hlutin eru teknir saman og allir eru á sömu blaðsíðu. Einn af þeim þáttum sem að mér finnst vera mikill munur á hér og að sjálfsögðu úti, það er tímabilið. Og ég setti þetta nú svona upp að ganni, aðeins hvernig hérna tímabilið er úti, þessi rauðu kassar hérna, þetta er undirbúningstímabilið í janúar. Svo hefst tímabilið meðan febrúar og spilað út maí, þá fá leikmenn frí í 2 vikur. Svo hefst undirbúningstímabilið aftur í 4 og svo er tímabilið spilað þangað til að kemur frí í kringu jól. Og þegar maður tekur þetta saman, að þá er undirbúningstímabilið annars vegar 6 og hins vegar 4 vikur, 37 vikna tímabil og 5 vikur þar sem leikmennir eru í fríi. En maður kíkir svo í íslenska tímabilið, við byrjum að æfa á sama tíma, en við erum með undirbúningstímabilið hér í einhverja 16 vikur, svo spilum við mótið og eigum svo 7 vikna undirbúningstímabil hérna, eða hvað við getum kallað, þetta er hálfgert undirbúningstímabil. Og það sem er athyglisvert er að munurinn á keppnistímabilunum eru 15 vikur, en einungis 2 vikur sem við erum meira í fríi með leikmenninu okkar hér heldur en úti. Og spurningin mín er svolítið, hvað erum við að gera allan þennan tíma hérna meðan við 10 vikur úti? Og það er kannski tíminn til þess að vinna með leikmennina, vinna með einstaklingana, ekki bara í meistaraflokki, heldur líka í yngri flokkunum, að við fókuserum svolítið meira á einstaka leikmenn, liðshluta og svo framvegis og öllu þessu mikla tíma sem við höfum, þó svo að ég sé harður talsmaður þess að við verðum að lengja tímabilið. Þetta er að verða hálfgert svona hraðmót, Íslandsmótið okkar, miðað við það sem er í nágrannalöndunum, og ef við ætlum að verða betri með félagsliði, þá verðum við að lengja tímabilið og við verðum að finna leiði til þess. Annars hlutur sem að ég rak mig á í Danmörku og sérstaklega hjá Norsjöland, það var minna það hjá Hannes, en þú vísir að því að það var miklu klárari strategi, stefna, sýn, hvert erum við að fara, af hverju erum við að fara þangað, hvernig förum við þangað og hvenær gerum við þá hluti sem ætla að leiða okkur að markmiðinu. Eins og ég nefndi með Norsjöland, þetta er klúbbur sem að er gríðarlega vel skipulagður. Þetta er klúbbur sem að spilar á ungum leikmönnum, hefur mjög skýra stefnu í það hvernig á að spila og er algjörlega, já, eins og þeir segja, kompromíslösi í kringu það, gefa engan afslátt. Og þetta finnst mér svolítið vanta í okkar umhverfi að félögin skilgreini sig, hvert fyrir sig, sé ekki endilega að kíkja yfir á hvað næsta félag ætlar að gera og er að gera, heldur þori að skapa sér sérstöðu. Við ætlum að vera góðir í því að koma leikmönnum okkar í Pepsi-deildina, lið sem er í neðri deild. Við ætlum að vera góðir í því að ala upp unga leikmenn og koma þeim áfram og svo framvegis og framvegis. Ekki endilega hvað eru þeir að gera í Garðabænum eða hvað eru þeir að gera í Kópavoginum, þá ætlum við að gera svoleiðis líka. Og það sem ég heyri mjög mikið þegar ég er að kenna á námskeiðunum hjá KSÍ og er að tala við unga þjálfara, það er að þeir eru mjög hungraðir eftir því að það sé stefna í félögunum og henni sé fylgt og henni sé stýrt af einhverjum. Því eins og staðan er núna að þá kemur þjálfari í meistaraflokk og hann fer í eina átt og svo er í öðrum og þriðja flokki farið í ykkur aðra átt og fjórðaflokksþjálfarinn, hann veit ekki hvort hann á að fylgja þeim sem fyrir austur eða þeim sem fyrir vestur. Þannig að þarna getum við bætt okkur gríðarlega. Ég er nú ekki mikill miðstýringamaður, en ég held að þetta sé eitthvað sem að félögin þurfa að fá leiðsögn við og það hefur danska knattspyrnusambandið gefið félögunum í Danmörku
fóru í gang með gríðarlega stórt verkefni fyrir 3 árum síðan þar sem þeir tóku hreinlega út alla talent starfsemina hjá sér og létu óháða aðila kíkja á hvað væri gott og hvað mætti betur fara. Og það hefur gefið gríðarlega góða raun. Það var viðkvæmt því að það okkar svona tilhneiging að trúa því að allt sem við séum að gera sé gott og það sé ekkert að. Þetta var gríðarlega umfangsmikið en hefur leitt af sér að bæði félögin eru farin að vinna meira saman og eins eru farin að skiptast á hugmyndum það hvernig þau vilja vinna. Það sem að mér finnst líka vera munur að í U15, U17 og U19, það sem við myndum kalla annar, þriðji og fjórði flokkur, þar eru æfingarnar miklu einstaklingsmiðaðri og svo kemur liðið. Svolítið sem að Heimir og Freysi hafa verið að tala að þeirra hlutverk sem landsliðsþjálfarar eru að búa til lið. Okkar yngri flokkaþjálfara hlutverk að mínum mati að búa til leikmenn. Svo það mitt sem meistaraflokksþjálfara að hnoða saman liðið. Og svo þegar þeir komast í landslið, þá það landsliðsþjálfararnir að búa til liðið þeim einstaklingum. Þarna sé ég mikinn mun á þjálfuninni og áherslunum og í aðaliðinu eða það sem þá meistaraflokkur, þar leikstöðu þátturinn, sem sagt varnarmennir gera æfingar fyrir varnarmenn, hvernig að spila út í vörn, hvernig að verja sem heild, hvernig að verja sem hluti af heild eða algjörlega sem einstaklingar. Það tekið mjög mikið fyrir og þess vegna þessi áhersla á að hafa fleiri þjálfara stóran hóp. Og liðið að sjálfsögðu í aðaliðinu meistaraflokki aðalatriðið. Þau eru öllur á botni gólt og þjálfarinn oft dæmdur af því sem hann að gera með liðið, ekki endilega einstaklingana. En ég held að við höfum tækifæri í íslensku fótbolta til að tvinna þetta tvennt saman, sérstaklega með þeim strúktúr sem og munverða, því að við munum aldrei geta spilað mót sem að fer yfir allt árið, að þá sóknarfæri því að þjálfa leikmönnum okkar meira einstaklingsbundið sem að mun svo leiða af sér betri lið, því að við hljótum að vera nógu færir til þess að geta hnoðað saman liði þegar einstaklingsgetan hefur verið bætt en ekki fara í hinn áttina. Deildin betri? Eru danskir leikmenn betri? Ég get ekki svarað því, því að mér vantar í raun og veru allar samanburðartölur. Heimir kom inn á það áðan að hann gat nefnt hvernig sendingarhlutfall heppnaðar sendingar hjá landsliðinu. Ef ég sem þjálfari ætla að fara að skoða slíkt fyrir íslenska deild, þá hef ég enga tölur. Ég hef tölur fyrir dönsku deildina. Ég hef enga tölur líkamlegt ásigkomulega leikmanna í leikjum úr íslenska boltanum, en ég hef það hinum megin. Hér getum við bætt okkur, því að til þess að vita hvað við ætlum að þjálfa, hvernig við ætlum að þjálfa það, hvenær við ætlum að þjálfa það, þá verðum við að vita hvers leikurinn krefst af leikmönnum. Og þetta spurning forgangsröðun, þetta spurning að aðeins að stíga inn í 20. öldina og í staðinn fyrir að stinga fingrinum í jörðin og horfa í augun á leikmönnum og þykjast vita hvernig ástandið á þeim þá verðum við að fá það absolutt ef við ætlum að bæta okkur. Og ég leyfi mér að fullyrða ég hef rökstuddan grunið það, þetta hefur komið fram þegar að íslensku liðin hafa spilað í Evrópukeppnum, að líkamlegt ásökumunlag til að taka það íslenskara leikmanna, það mun lakara heldur en leikmanna bara fyrir til Skandinavíu. Það sem að gerast í fótboltanum, og nú ber ég svolítið saman, að heildarfjöldi kílómetra sem að lið leggur á baki í leik nokkurn veginn svo sami, hvort sem þetta á Íslandi, Skandinavíu, Evrópu og svo framvegis. Það svona 10-13 km per haus, en það sem að breytast að fjöldi háákjæðar hlaupa og spretta að aukast til muna í bestu deildunum. Og það þangað sem við þurfum að fara með okkar leikmann. En til þess að geta farið þangað þá þurfum við að vita hver staðin núna. Þannig að hér klárlega sóknarfæri fyrir félögin og að sjálfsögðu fyrir
fyrir knattspyrnusambandið að vera í svolítið farabroddi þegar kemur að þessu. Og þetta sennilega hérna aðvörun sem átti að koma þegar Freysi og Heimir voru. Remind me tomorrow. Hvað að gerast? Heimir, þetta eitthvað hérna bókunarkerfi þetta hér, það kemur pick a time. Hvað læknir? Það bara á morgun, það ekki mál. Þetta endaðar. Þetta endaðar. Sýnist það. Jæja, herðu, og það komum við aðeins að einu þætti sem að alltaf kemur upp þegar við tala samanburð á þessu, og það kemur að því að hvar eigum að fá fjármagnið. Bara svona til að bera saman, að þá hendi ég hér upp laun og launatengdum gjöldum hjá félögum í dönsku úrvalsdeildinni. Þetta er 2015-16 tímabilið og danska krónan í dag er 16,82 samkvæmt miðgengi Seðlabanka og 63,8 milljónir danskar var meðaltal launa og launatengdra gjalda. En það sem við sjáum líka er að bilið á milli FC Kaupmannahafnar og svo Helsingør sem að komu upp og er í úrvalsdeild núna er gríðarlegt. Það er gríðarlegt bil á milli tveggja liða sem spila í sömu deild. Meðaltal launa í fyrstu deild er 13,1 miljón laun og launatengd gjöld. Þannig að bilið á milli þeirra ríkustu eða þeirra sem nota mest, þeir skulda nú ansi mikið FC Kaupmannahöfn, og svo þeirra sem nota minnst í úrvalsdeildu mikið, og svo frá úrvalsdeild meðaltal niður í fyrstu deild, það er gríðarlega mikið. Ástæðan fyrir því að ég nefni þetta er sú að við þurfum að skoða hvað við getum gert í okkar þjálfun af hlutum sem ekki endilega kosta peninga. Því að það er mjög erfitt að stoppa alltaf á því að það kostar svo og svo mikið að gera hitt og þetta. Við þurfum að bæta okkur í þáttunum sem að kosta ekkert annað heldur en hugvit, þor og svo auðvitað vinnutíma. Og íslenski þjálfarar eru mjög duglegir og vinnusamir og viljur til þess að bæta sig. Setti hérna þessa ganni áður en ég enda að laun og launatengd gjöld hjá FC Nordsjælland voru 22 milljónir 2015-16, 27 hjá Rannes. Annað félagið Nordsjælland seldi meðan ég var innanbúðar fyrir 97 milljónir danskar. Reyndar var stærsta sala þar drengur sem að fór á tæplega 70 til Dortmund og hafa svo selt núna síðan þetta var leikmenn fyrir 150 milljónir danskar, og meðan að Rannes sem að eyddi meiru hefur selt fyrir minna. Boðskapurinn er svolítið hvað þetta varðar að strategía, klár stefna hjá öðrum klúbnum, hún skilar á endanum í kassan. Búin að tala um peningana, búin að tala um svona umhverfið, þá að lokum átti ég þessa setningu í einhverju viðtali hér fyrir ári síðan og hún vakti að sjálfsögðu umtal og ég er alveg vanur því að fá skelli og kritik, þannig að ég tók þess alveg rólega, svaf ágætlega. En þetta er bara mín skoðun að leikmenn sem koma úr Pepsi-deildinni, þeir þurfa, af ástæðum sem ég hef ekki tíma til að fara í núna, þeir þurfa töluverðan tíma til þess að aðlaga sig því sem er að gerast í deildunum í Skandinavíu. Menn geta komið dæmi leikmenn sem hafa plummað sig, en það hafa yfirleitt verið leikmenn sem hafa eitthvað bakgrunn í því að hafa verið í viðlíka umhverfi áður. Flestir sem fara beint, þeir þurfa tíma, það er ákveðið sjokk fyrir þá að fara, og ég velti því pínlítið fyrir mér hvort þetta sé eins og með þegar við vorum að selja fiskinn í gamla dag, að við veitum hann, settum hann í kör og ísuðum og seldum úr landi, en eru kannski farnir að uppgöta það núna að það er hægt að gera aðeins meira fyrir afurðina, við afurðina, og fá pening, fjármagn inn sem að skila sér svo til klúbana. Ég stend við setninguna. Vona að verið 4 ára umræður hérna eftir. Takk fyrir mig.